Í þessum þætti að auðæfi hafsins þá ætlum við að horfa til fortíðar en ekki síður til framtíðar. Með aukinni verndun og virðingu auðlinda í bland við rannsóknir og nýja þekkingu hefur að einhverju leyti orðið til ný sýn í sjávarútvegi. Þar er verið að kanna hvernig getum við búið til meiri verðmæti og betri störf án þess þó að ganga á auðlindir okkar. Fjölmargir horfa nú til aukinnar nýtingar auðæfa hafsins sem snúast ekki að taka neitt úr hafinu, til dæmis sjávartengda ferðaþjónustu, hvalaskoðun, söfn, köfun og svo framvegis. Aðrir horfa til dæmis til fullnýtingu afurða þar sem hvert einasta gramm sem upp úr hafinu kemur er nýtt til fulls og allt kapp er lagt á að fá sem best verð fyrir vöruna. Vinnan við að fá betra verð fyrir vöruna getur snúist að fínpúsa það sem áður var til staðar með betri geymsluaðferðum, hraðari og öruggari flutningsleiðum, góðri markaðssetningu og stöðugu framboði á þá markaði sem eru til að borga sem mest, svo eitthvað sé nefnt. En ekki síður er horft til nýsköpunar, til að mynda með því að kanna nýtingarmöguleika sjávarafurða til annars en manneldis, til dæmis ensímframleiðslu til snyrtuvöru og lyfjaframleiðslu. Þetta er auðvitað gjörbylting frá því að líf ansi margra Íslendinga snerist að vinna myrkran á milli við að moka fisk upp úr sjónum, líkt og reyndin var til dæmis í síldarævintýrinu á Siglufirði. Það var rauninni þannig að allir lifðu og hrærðust í síldinni. Siglufirði var langt stærsti síldarbær landsins. Voru yfir 3000 mann sem bjuggu hérna allt árið, eitthvað tæplega 3200. Svo koma síldarvertíðin og þá komu sjómenn og síldarstúlkur og verkamenn og alls kyns fólk að sjálfsögðu. Þannig að það var yfirleitt talað svona eitthvað á bilinu 10 til 12.000 manns hérna yfir síldarvertíðina. Þannig að við erum alveg brjálæðislega glöð þegar við fáum 6.000 á síldarævintýri í 3 daga. Þannig að við getum ímyndað okkur margföldunar áhrifin hérna. Hvað þetta hefur verið miklu meira fólk. Og fólk talaði að það hefði þurft að olbúa sig niður aðalgötuna að hafa svo mikið fólk. Og heima fólk sem labbaði niður á kannski sunnudögum þegar skipin voru í höfn, erlendu skipin og allir erlendu sjómennirnir í landi, að það hefði ekki þekkt nokkurn mann niður alla aðalgötuna. Þannig að þetta er eitthvað sem er mjög erfitt að ímynda sér í dag. En samt ekki lengra síðan en það er enn fólk sem býr hérna sem upplifir þetta og mann eftir þessu. Þannig að þetta er ekkert svo langt frá okkur í tíma, alls ekki. En síldin gat skapað þjóðinni allri, ekki bara Siglufirði eða Norðurlandi, alltaf helming þjóðarteknanna. Og vörur frá Siglufirði bara síld í tunnum og mjöl og lýsi gat verið held ég og yfir 20% af þeirri upphæð. Þannig að bara Siglufirður var að skaffa þjóðinni 15 þjóðarteknana sem er alveg ótrúlega mikið. En við erum með útgerðarfélög hérna ennþá í dag og fiskvinnslu og rækjuverksmiðju og þannig að það eru margir sjómenn og starfa við sjávarútveginn ennþá í dag en kannski ekki samanburðar hæft við síldarárin held ég. Og ég held að það sé sama staða á mjög mörgum öðrum stöðum, sérstaklega þeim auðvitað sem liggja við hafið. Hér á útgerðarminjasafninu á Grenivík má sjá fjölmarga muni sem tengjast línuveiðum. En hér hefur auðvitað allt snúist sjóinn í gegnum tíðina og gerir á mörguleyti enn. Við hittum bræður sem voru að undirbúa grásleppuvertíðina hérna niður á höfninni. Annar þeirra var á leiðinni á sína 47. grásleppuvertíð. Þið bræður eru á leiðinni á grásleppu. Hvernig undirbýr maður sig fyrir vertíðina? Þetta er nú bara gamla sagan Það er byrjað að útbúa svona viku fyrr. Tína til alls konar dót sem þarf að nota. Svo þannig að ráða mannskap en það er nú minna það þetta árið því að þetta er svo stuttur tími sem má vera við veiðar. Ég heyri að þið voru eitthvað að ræða það mála. Þetta væri alveg, einsdæmi. Já, þetta hefur ekki verið svona áður. Það er bara 20 dagar og svo mega menn hafa bara 100 net. Máttum hafa 150 net áður. Lýsið þið fyrir okkur kannski svona hefðbundum degi á grásleppu?
Já, menn fara mikið svona 4, hálf 5 til 5 á morgnana. Á nóttunni? Á nóttunni. Og við erum að koma mikið svona, já, framundir kvöldmatt eða eitthvað. Og hvað verður aflan? Við höfum búin að, í áratíð erum búin að salta sjálfur. Þannig að nú er hann þrýstingur á að mikill að menn selji grásleppuna með hrognunum í. Við höfum alltaf verið með verkun hérna og það fór þannig núna síðasta árið að við sátum upp með byrðirnar mikið. Stóran hluthæði þangti núna bara fyrir nokkrum dögum síðan. Þannig að þetta er orðið dálítið þrýstingur á að menn hirði komið semst á landi grásleppur með öll í. Og ætlaði að fara að gera það? Já, við reiknum við því. Þetta er nú, hvað, 4. árið sem við hirðum grásleppu, skrokkin sko, það var alltaf hent áður. Og það er mikið búbót í því að losna við þetta fyrir svolítið penning. Og virðist vera hækkandi verð á búknum. Hvernig er það á grásleppunni? Er ekki alltaf að þvælast einhverju þorskur með eða aðra tegundir? Jú, þorskurinn er nú ekkert voðalega vinsæll í netin hjá okkur, í grásleppunetin. Hann vefur netin svo mikið upp. Þannig að við erum ekkert hérna voðalega spenntir fyrir honum, en hann er dálítið mikið á þessu svæði yfirleitt. Þegar maður kemur hérna út á gjörinum og það svæði. En er þetta stemmingsveiðar og hamagangur eða er þetta svona rólegheit bara hérna í blíðunni? Þetta er náttúrulega orðin, þegar maður er búin að vera svo lengi í þessu, þá er þetta orðin svona lífstíll. Þannig að ég held að maður færa grásleppu þó að verðið væri lágt. Var hann svo vanur þessu. En þetta er mikið stemning og við erum búin að ala upp marga sjómenn hérna sem hafa byrjað ungir hjá okkur og hafa svo haldið áfram annar staðar. Og það er allir sem hafa verið á þessum veiðskap, þeir sækja svolítið í að koma aftur til að vera hjá okkur. En það er hérna, það er ýmislegt í gangi með þetta og það er, mann líst nú ekkert á hvað er að hugsa fiskifræðingarnir í þessum málum. Því að hérna, við erum búin að sjá það bara gegnum áratugina að grásleppan hefur alltaf komið upp aftur þó að það hefur verið veitt í 3 mánuði hérna áður fyrr. Og var treg veiði, þá kannski allt í einu árið eftir var nóg grásleppa. En nú virðist þurfa að hérna fara eitthvað öðruvísi að þessu. Við erum farnir að vera á strandveiðum svona. Búin að gera það núna í nokkur ár síðan þetta byrjaði. Við höfum verið gamlir þannig að við höfum verið bara til skiptis og sama bátnum þessum hérna. Farið sín hverja vikuna. Það er svona meira til skemmtunar. Og þetta er ennþá skemmtun? Já. Þetta er nú 47. grásleppuvertíðin mín. 47. segi ég. Þannig maður er vanur í þessu. Byrjaði að draga í höndunum með pappa fyrir 1968. Nú er þetta bara græjur sem maður horfir á þetta renninn. Það er orðið mikið breyting á því. Áhuginn á sjávarútvegi virðist oft erfast til næstu kynslóða. Þannig hefur það til að mynda verið hjá fjölskyldufyrirtækinu Vísi í Grindavík. Við hittum hann Pétur H. Pálsson, framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Við byrjum tímatal Vísis á 1965. Þá er saga okkar og fjölskyldunar í útgerð mikið lengri. Afi okkar, Páll Jónsson, keypti þennan bát af Eimskipafélagi Íslands. En svo sér það gamli hakakrossin í skorstinu og 1930, það er bara svona 2 árum áður en að pabbi fæðist. Hann er fæddur 32. Þessi bátur er síðan lengdur og stækkaður eins og það sama er í gera í dag. Og hann er gerður út af útilega á línu. Og það er það sama sem við erum að gera í dag. Við gerum bara með öðrum hætti. Og hann bjó á Þingeyri og gekk mjög vel. Fór að sigla með fisk í stríðinu og gekk greinlega mjög vel. Greinlega verið kóngur í sínu ríki, 300 manna svæði. Þannig að 1943
þá kaupir hann þennan bát, þetta smíðan á Akureyri og það fór nú ekki nú vel fyrir þessu bát því að 2 vikum áður en að afi var fertugur að þá fórst þessi Hilmir á leiðinni frá Reykjavík á Arnarstapa í vikurflutningum. Þannig að amma eftir að hafa mist mannin sinn heldur áfram útgerð Fjölnis og heldur áfram að sigla með fisk til Bretlands í stríðinu og 1945 að þá hann eða 1,5 ári eftir að þessi ferst að þá er þessi bátur sigldur niður og þar missir hún bróður sinn og náttúrulega fyrirtækið og sat uppi þá með að koma 4 börnum á legg og það sko áður en var fertug. Nú pabbi eflist var þetta og þeir fara að slást í útgerð og leika sér á Þingeyri og fer til Reykjavíkur í skóla tvítugt og er að baskla þar í útgerð og 1965 þá á hann hennar farsal hérna, Geirmundur Keflavík og þessi bátur ferst á línuveiðum, það var Mannbjörg og fyrir trygging fyrir þessum bát kaupir hann Vísi. Þannig að við höfum alveg fengið að finna fyrir þessum atburðum í ákafa og baráttu hjá pappa fyrir sínu. Uppistaðan í hráefni Vísis er línuveittur fiskur. Vísir framleiðir fjölbreyttar afurðir úr ýmsum fisktegundum. Þær tegundir sem mest unnið úr eru þorskur, ýsa, keilo og langa en einnig hefur verið unnin steinbítur, blálanga og ufsi. Aðaláherslan í gegnum tíðina hefur verið á saltfiskin en nú er fyrirtækið einnig með ýmsar frostnar, ferskar og þurrkaðar afurðir. Vísir í dag í sjálfu sér bara mjög hefðbundið sjávarútvegsfyrirtæki sem er með veiðar og vinnslu og sölu á einni hendi. Það sem einkennir kannski frá öðrum er það að við erum á 4 stöðum á landinu. Við erum öllum landshornum. Við sérhæfum okkur í veiðunum með einni tegund veiðarfæra. Svo erum við með 4 hús, fiskhús, sem að hvert og eitt er með sín eigin sérhæfingu. En öll vinna á sama hráefni. Og samhliða þessu rekum við ásamt Þorbirni þurrkfyrirtæki sem heitir Haustak og þetta þurrkfyrirtæki til að þegar kaupir hausa af og bein af öðru fyrirtækjum þá lentum við alltaf því að fá svo mikið slógi og drullu með sem að við urðum að borga 8 krónur fyrir að urða og plús keyrslu. Þannig að við fórum að leita leiða hvernig við getum losnað við þennan kostnað og þá fóru hjólin að snúast í það að við kemur til okkar maður með fullhannaða hugmynd af svona sem við stundum köllum heilsuveruverksmiðju er eitthvað sem nýtir slógið fyrir mjöl til að búa til mjöl og lýsi. Og til að gera það notum við jarðhita og ensím. Og þessi verksmiðja sem er komin í gagni í dag og þetta raunverulega er upphafið að þessu fyrirbæri sem við köllum Kollland og er að draga til sín núna fyrirtæki og hugmyndafræði til að gera miklu meira úr þessu heldur við höfum hingað til gert. Og nú setjum við okkur það markmið að nýta hvert einasta prótein sem við draugum úr hafinu og ekki bara nýta það í mjöl og lýsi og svona með hefðbundinn hátt, heldur að fara miklu lengra og búin að opna svona ákveðið tjald eða draga tjald frá okkur heimi sem við vissum raunverulega ekki að vera til. Þannig að upphafið að þessu öllu saman er bara það að við lendum í vandræðum með slóg og þurfum að borga fyrir að urða það. Þannig að flóknara var svo byrjun ekkert. Það eru ekki einungis stórfenglegar breytingar sem hrinda af stað keðjuverkandi framþróun. Sú breyting sem orðið hefur á viðhorfi manna til rusls og urðunar hefur haft víðtæk áhrif. Oftar en ekki virðist svarið við vandanum sem ruslið skapa vera samstarf. Það jákvæði í fullvinnslu líka það, svo ég hef sagt það, við sjáum þessa þróun allt land. Við sjáum verið á Sauðárkróki mjög öflug starfsemi á þessu sviði. Við sjáum klofning fyrir vestan á Vestfjörðum. Við sjáum Kollland verða til núna á Suðurnesjum og þeir eru að raða upp efnum sem eru allt saman efni sem verður að vinna núna úr aukaafurðum. Efnum sem að víðsvegar heiminn er verið að henda. Þetta var verið að afhenda okkur núna til sýnis og þá ertu að tala hér úr slóginu er að koma lýsi. Það er ný verksmiðja sem er að vinna lýsi úr slógi. Síðan eru þeir að vinna úr
þetta efni hér sem er úr þorskryggja marningi, það er prótín sem er unnið í samstarfi við fræðimenn á þessu sviði hjá Matís og fleirum. Síðan erum við með annað hér sem er mjög áhugavert sem er ensím sem hefur verið unnið af Bergi Benediktssyni frumkvöðli. Þetta er unnið úr görnum á þorski. Svo erum við hérna með mjöli sem er að koma úr slóginu líka. Allt er þetta verðmæti sem að í flestum löndum er verið að henda. Og við erum að segja í rauninni þetta er náttúrulegt hráefni allt saman, þetta er sjálfbært hráefni og við getum gert þetta með allan okkar fisk og í rauninni farið síðan með þekkingun okkar á þessum sviðum til þess að selja í öðrum löndum. Loks er hér olía sem verður til úr slóginu líka. Þetta eru fyrirtækin Vísir og Þorbjörn með í hérna Grindavík. En það góða er það að þetta er að gerast allt land. Það sem við viljum gera í klasanum er að fá menn til að vinna enn betur saman, efla starfsemi rannsóknarstofnana eins og Matís sem eru svona grundvöllur þess að þetta heldur áfram, en leið draga útgerðarinnar ennþá betur inn í þetta starf. Það skemmtilega veitir að það sem við þurfum er ekki ódýrt erlent vinnuafl, þetta er rándýrt íslenskt vinnuafl. Við þurfum að sækja í unga fólkið, opna þetta að draga frá tjaldi frá þannig að unga fólki sjáu tækifærin. Og þetta er ekkert slórvinna niður á bryggju út á sjó eða í köldu fiskhúsum. Þetta er bara að vinna við að greina einhver bestu efni, náttúrulegu efni sem til eru, koma með markaðsátt stand og raunverulega skapa úr þessu bara þau verðmæti sem er að mínum huga engin vafi, er meiri heldur en í því mat sem er á fiskinn. Og ég segi þannig ofta að ástæðan fyrir því að við borðum ís á Íslandi en ekki þorsk er svo að menn komast að því að það var það að selja þorskinn. Þannig að var sko ísa matur en þorsku peningar. Núna er við, það sem við erum búin að gera úr fiskinum okkar er það að við erum búin til mjög góða mat en við erum eftir að búa til peningan úr hinum. Ég er ekkert viss að vélbúnaður eða innkaup á tækjum til að gera þetta sé svo stór hluti af þessu. Þetta er rannsóknarvinna, þetta er þróunarvinna, þetta er markaðssetning og þetta er held ég það sem og ég er nokkuð viss það að ef að unga kynslóðin og hins vegar vel menntaða og fjölbreytta menntun sem við eigum á Íslandi kemur að þessu að þá eru þarna verðmæti sem við þekkjum ekki einu svona hugtökin á í dag. Er raunhæft að fólk og eigendur sjávarútvegsfyrirtækja og fólk í þessum iðnaði fara að vinna saman að svona verkefni? Já, það er bara lykillinn að þetta takist og við erum að vinna nú mjög þétt með Þorbirni og erum að draga okkur fleiri fyrirtæki og við bara auglýsum eftir fyrirtækjum til þess að vinna með okkur í þessu sem hefur fyrirtæki sem hafa eitthvað annað fram að færa en við. Við erum ágættir í þessu við erum að gera, en þetta er alveg nýr kapítuli og við þurfum að draga til okkar þau fyrirtæki sem hafa aðra þekkingu en við. Við höfum átt viðræður við Orf líftækni, við Bláalónið, við erum að vinna með fyrirtæki sem heitir Norður og framleiðir ensíminn. Ensímvinnslan hans, þeirra er enda komin inn í fiskvinnslu í Grindavík sem er einstæmi. Norðurbragð er fyrirtæki sem er að framleiða bragðefni úr þessu. Við vinnum mikið með Matís og mörg verkefni í gangi þar og þeir vinna með okkur í þessu. Þannig að í hópnum er fyrirtæki eins og Æsvest sem er með lifrarniðursöðu og vill leggja pening í þessa þróun. Við vonumst til þess að geta unnið með Lýsi sem hefur komið lengst með þessa sjávarafurðir. Og við ætlum ekki að finna upp hjólið aftur. Þetta fyrirbæri Kotland er svona reglíf yfir allar þessa starfsemi. Við erum að byggja grunninn, grunnfyrirtækin sem að framleiða þá úr mjölinu og slóginu, mjöl og lýsi og annað og er með þetta hráefni sem að þarf. Grindavíkur bær er síðan að veita okkur húsnæði hérna til að geta haft þessa starfsemi undir einu þaki, mjög skemmtilegt húsnæði hérna í Saltisetrinu og við erum að tengja þetta við skólan, fiskvinnsluskólan. Þetta er mjög gott tækifæri fyrir ferðaþjónustuna til að tengjast þessu og það er alveg endalaust tækifæri í að spinna í kringum þetta
þá sögu sem við viljum svo bara segja seinna á ævinni. Þrátt fyrir að Íslendingar skapuðu þetta helst verðmæti úr hafinu með því að veiða fisk, þá hafið ekki bara matarkista. Sjávartengd ferðaþjónusta hefur aukist verulega undanfarin ár. Sem dæmi þá má nefna að hingað á Hvalasafnið á Húsavík koma 21.000 manns árlega, en 130.000 manns fara í hvalaskoðun á Íslandi ár hvert. 50–60.000 þeirra koma hingað til Húsavíkur. Húsavík, það má segja að þetta sé hvalahöfuðborg eða hvalahöfuðstaður Evrópu á svo margan hátt, ekki bara vegna þess að hvalaskoðunin sé eins og hún er með vaxandi vinsældir og raun og veru vaxandi gæði. Það ferðirnar verða alltaf betri og betri, fólk verður þjálfara og við höfum átt í láni að fagna að stærri hvalir hafa verið aukast og fjöldi þeirra svona sígur upp líka. En þar fyrir utan að þá er semst þetta glæsilega hvalasafn sem er hérna við höfnina og dregur að sér fullt af fólki, eitt og sér. Og svo er það náttúrulega Háskóli Íslands er með rannsóknarsetur í tileinka sjávarspendýrum og er semst hvölum fyrst og fremst. Og þannig hér fer fram mikið þekkingaröflun á lífríkinu í flóanum. Lýstu aðeins stemmingunni hérna á Húsavík þegar að allt iðar að lífi í hvalaskoðunni? Það hafa nú margir sagt svona að það sé eins og að koma til útlanda í erlenda hafnabæi að koma hérna þegar lífið er sem mest og það er kannski ekki skrítið að þá kannski fara hérna á annað 1000 farþega í ferðir og það er líka þannig að það er ekki nema kannski helmingurinn af fólki sem kemur hérna sem er að fara í ferðirna sem slíkar. Lýstu kannski aðeins því hvað er í boði? Já, hjá okkur á Norðursiglingu er í raun og veru þessi 3 tíma ferð sem er hérna langvinsælust og flestir fara í. En það að sigla með skútu 4 tíma ferðir, þær hafa verið að njóta meiri vinsælda undanfarið og svona alltaf meiri og meiri ásókn í það, enda erum við að koma með 3 skútur. Og svo erum við erum með lengri ferðir út í Grímsey og Siglufjörð meira þess og í fyrsta skipti í sumar verður svona kannski ferð sem að brýtur blaðið í sögunni að þá mun koma hópur sem að býr borð í 5 daga. Hvernig eru álagspunktarnir hjá ykkur? Hvenær er mest að gera? Það er náttúrulega, við erum að sigla svona 6-7 mánuði á ári, eða 7 mánuði á ári hér á Húsavík og það er náttúrulega klár álagspunktur í júlí og fram í miðjan ágúst. Það er svona það sem eru billiðustu dagarnir, en það hefur sem betur verið svona þróun í þá átt að það er meira og meira að gerast í maí og júní og reyndar var haustið alveg ótrúlega gott síðasta. Menn eru náttúrulega komnir á það stig fyrir sunnan að menn halda þessu úti nokkurn veginn allt árið. Auðvitað með aðeins meiri úrtökum vegna veðurs svona á veturna en ég tel að það sé ekkert langt að líða þangað til þetta lokast hérna og í raun og veru það að gerast kannski þá núna með því að við höfum verið að sigla með fólki hverjum einasta mánuði. Fjölmörg fyrirtæki hafa leitað leiða í sjávartengdri ferðaþjónustu. Arctic Sea Tours er annað dæmi hvalaskoðunarfyrirtæki, en þar að auki er lögð áhersla þar á stangveiði, fuglaskoðun á sjó og tengingu við sjávarútveg sveitafélög. Við hjá Arctic Sea Tours bjóðum upp á hvalaskoðun og í hverju hvalaskoðunarferð erum við með sjóstangveiði 10–15 mínútur og svo flakaði fiskinn á leiðinni heim og við grillum hann á bryggjunni við heimkomu. Það er svona það sem við viljum sýna með eins og sjóstönginni 10–15 mínútur að erlendir gestir okkar, þeir trúaði ekki að það sé hægt að fá fisk á þessum tíma. Og það er yfirleitt þó að séu 30 manns borð þá fáum við nóg fyrir alla að smakka. Þannig að það sem við viljum sýna líka er bara hvað sjórinn er heilbrigður við Ísland. Hvað við höfum náð að stjórna þessu vel og þannig að það er ennþá hægt að fara bara út fyrir hafnirnar og ná sér í fisk.
Heldur það sé sóknarfæri í þessu að við nýtum auðæfi hafsins með fjölbreyttari hætti heldur en endilega bara veiðum? Já, við sjáum fram á ýmislegt sem við getum nýtt hérna og það er náttúrulega verið að í ferðaþjónustunni. Hérna í Eyjafirði viljum við fara meira út í sjóstöng, við viljum fara meira út í eyjar, heimsækja þær og gera meira úr því. Hvað sér þið fyrir þér til dæmis hérna á svæðinu, fyrirtæki sem væri fróðlegt að fara með ferðamenn bæði innlenda og erlenda? Við erum að reyna að setja saman ferð sem heitir Arctic Villages, sjávarþorpin í Eyjafirði. Við byrjum á Akureyri og þá erum við að skoða svona bátaþemað, gamla báta, hvernig þetta var gert áður, hvernig bátar eru smíðaðir í dag. Síðan erum við að fara á Hjalteyri að geta séð, það er köfunarmiðstöð, að sjá svona aðeins niður fyrir yfirborðið og það er náttúrulega algjörlega vannýtt auðlind að það sem er neðan við, það sem við sjáum ekki, hvort sem það er þari eða fiskar eða eitthvað sem við bara syndandi og vonandi á svona næstu 10 árum þá getur maður komið með kafbát hingað sem er minn draumur að geta starfað kafbát fyrir ferðamenn. Ætli þetta hafi ekki verið 170.000 á síðasta ári sem fóru í hvalaskoðun í heildina á Íslandi. Þannig að þetta er orðið svona með stærri afþreyingar möguleikum á Íslandi. Þetta er mun stærra heldur en fljótasiglingar og hestafirðir og annað svona í tölulegu samhengi. Þær leiðir sem Íslendingar höfum farið til að nýta okkur auðæfi hafsins hafa svo sannarlega breyst í tímans rás og það verður spennandi að fylgjast með framþróuninni. En hvort heldur sem að vaxtabroddurinn verður í sjávartengdri ferðaþjónustu, fullnýtingu afurða eða aukinni verðmætasköpun að einhverju allt öðru leyti, þá er eitt nokkuð víst að hafið mun skipta okkur eyjarskeggja höfuðmáli ákomna tíð.